Heimöx 20 ára gamall félagsskapur handverksfólks í Öxarfirði. Hópurinn rekur handverksmarkað á sumrin við Ásbyrgi en úrvalið í þessari litlu verslun afar fjölbreytt og margir sem stoppa þar við á ferð sinni svæðið. Jú, það búið að vera mikil trafík undanfarið, já, mikil trafík. En fólki kemur ekki endilega inn þegar svona mikið og gott viður Þá það ekki endilega að kaupa lopapeyssur. Nei, þá náttúrulega minni sala í lopapeysunum. Já, það ekkert verið að hafa svolítið kalt. Þó ekki hafi selst eins mikið af lopapeysum í ár eins og oft áður, þá hafa aðrar vörur rokið út í sumar. Ekki síst þessar sérstöku lopabrækur sem ætlaðir eru karlmönnum, en eins og sést þá tekið sérstakt mið af líkamsbyggingu þeirra í prjónaskapnum. Þær vekja mikla athygli og þær eru svolítið keyptar. Stund til gjafa en já, maður veit ekki hvað, kannski til að synda í sjónum. Eða bara upp á grín. Þetta aðal Íslendingar eða erlendi ferðamenn sem að kaupa sér svona loðbuxur? Nú bara veit ég ekki, ég hérna svo lítið en ég held að það séu nú frekar Íslendingar samt. Já, ég sammála. Það eru frekar Íslendingar sem kaupa en útlendingar sem að taka myndir af þessu. Og koma oft í hópum inn þegar þeir frétta þessu til að taka myndir. En nú náttúrulega reknir svona handverksmarkaðir vítt og breitt landið. Hver ykkar sérstað? Ég veit ekki hvort að okkar sérstað mikil. Við erum með dálítið fjölbreytt. Við erum líka með fyrir utan prjónavörurnar sem eru náttúrulega aðalsmerki okkar. Þá erum við með svona eitt og annað vegna þess að við erum með fólk í hópnum sem eru upprunnin hérna og þarna heiminum. Eins og Tælendingar og Bretar og Svíjar. Þetta bara fólk sem sest að hér. Og það gefur svo sem markaðinu svolítið öðruvísi blæ. Svo erum við dálítið af útskornum eða svona tálguðum munum sem líka gaman. Annars ég nú ekki svo kunnuð í hvað á hinum mörkuðunum, en ég býst við séum svolítið lík. En nú hefur verið mikil umræða í sumar það að við séum að okra svo mikið á blessuðum ferðamönnunum, erum að selja kaffið rándýrt og svona, hvernig verðlagið hjá ykkur? Við teljum bara að það sé sanngjarnt. Mér finnst það, við munum vera bara nokkuð sanngjarnt. Auðvitað það svolítið misjafnt. En það reynt að hafa svona svolítið viðmið á þessu sérstaklega með peysurnar en margt af vörunum bara ræður hver og einn hvað hún setur á sína vöru. Í Heimöx 20 meðlimir, þar af aðeins einn karlmaður en nýliðun í handverkshópnum hefur verið góð. Já, það nýliðun. Við hefum verið svo heppin að ungar konur hafa komið með þó þær hafi ekki mikinn tíma því að þær eru marga hverjar í vinnu og með lítil börn, þá það samt með og eru kannski ekki með mikið af vörum en það sama, það lífga mjög upp á félagsskapinn. Ekki heldur hægt að kvart yfir staðsetningunni en markaður handverkshópsins staðsett við hliðina á versluninni í Ásbyrgi. Já, annað kom eiginlega ekki til greina en að vera einhvers staðar hér rétt við Ásbyrgi því að hér kemur fólkið. Og við svo sem vitum ekki hvað við verðum lengi akkurat á þessum stað en á meðan við lifum þá verðum við einhvers staðar hérna á svæðinu.